Herðu, við erum ennþá að stúdera kvótarunnur og það er bara rosa gaman. Ég er sammála því. Þannig að við erum með kvótarunna. Og dæmi um kvótarunnu er svona. Og málið með kvótarunnu er að þegar maður fer úr einu lið í það næsta, að þá er að margfalda með einhverju tölu Q. Maður sér hérna augljóslega að í hvert skipti sem maður fer í næsta lið, að þá er talan að tvöfaldast. Og Q er sem sagt reiknað hlutfallið milli tveggja aðliggjandi liða. Og þannig við getum sagt hérna að Q sé sama sem 8 deilt með 4, sama sem 2. Við getum líka reiknað að Q er sama sem 32 deilt með 16. Bara einhverjir 2 aðliggjandi liðir. Við erum búin að stúdera aðeins samlagningu liða í mismunarunnu og við getum reiknað hérna til dæmis S4 fyrir kvótarunnu. Það verður bara 1 + 2 + 4 + 8. Þetta eru fyrstu 4 liðinir af því þetta er S4. En það er engin svona almenn jafna fyrir n marga liði sem er svona, maður getur stólað á innsæi sitt eða útsjónarsemi eins og með mismunarunnu. Þannig í staðinn erum við að stóla okkur á þessa flottu jöfnu þar sem við erum með summa á n mörgum liðum. Það er háð fyrsta liðnum, það er háð náttúrulega okkar Q-i og það er háð hversu mörgum liðum við erum að leggja saman, hversu mörgum liði. Ok, það sem maður gerir síðan í framhaldi af þessu þegar maður er búinn að sjóða þessa jöfnu í heftinu, vinnbókinni, að þá koma nokkur dæmi hérna sem ég langar að kíkja á. Fyrsta dæmið, A-liðurinn hérna, finnir summi 15 fyrstu liðin í kvótarunnu með A1 og Q. Þá er það bara að henda inn í þessa jöfnu. Henda inn í þessa jöfnu, þeir eru með A1, eru með Q, eru með N og það verður bara tiltölulega einfalt. B-liður er flóknara. Þá ertu að finna summu fyrstu 10 liðana og þeir eru með A1 sem er 4 sem er nauðsynlegt en þú þarft líka að vita Q sem er spurningamerki. Við vitum ekki Q en við vitum að A5 er sama sem 100. Þannig að við þurfum að nota okkur þetta hérna tvennt til þess að finna Q-ið okkar. Hvernig gerum við það? Þess að við vitum fyrstu töluna, það er 4, sem kemur liður 2, liður 3, liður 4 og sem kemur hérna 50 sem er 100. Og ég veit að þegar ég fer frá 4 yfir í næsta lið þá er ég margfaldað með Q og síðan þegar ég fer frá honum þá margfaldað ég aftur með Q, margfaldað aftur með Q og svo einu sinni viðbót. Þannig ég get sagt að ef ég tek fjarkann og ég margfaldað með Q einu sinni, tvisvar, þrisvar, 4 sinnum þá ætti ég að fá 100. Og ég get skrifað þetta svona 4 sinnum Q í fjórðaveldi, sama sem 100. Nú er ég að fara of langt með dæmið því þegar ég að gera þetta, en mér langar að sýna ykkur eitt ef þið er ekki alveg með það sjór, alveg viss á því. Hvernig maður finnur út Q þegar það er í svona veldinu 4 til dæmis. Ef það er öðru veldi þá er það bara kvadratrótin, einfalt, en ef það er fjórðaveldi þá þurfum við að gera þetta. Q er sama sem 100 deilt með 4 í veldinu 1/4. Þá finnum við út Q-ið ykkar. Þá er komið það. Í C-lið
þá er verið að spyrja S20. Til þess að finna S20 þá þarf ég að vita A1 og ég þarf að vita Q, bara til þess að geta hent inn þessi jöfnu. Og ég er með hvorugt, ég er ekki með A1, ég er ekki með Q. Einu sem ég veit er að ég veit að A4 er sama sem 20 og A7 er sama sem 100. Þannig að það sem ég get gert hérna er að hérna liður 1, hérna liður 2, liður 3, liður 4, liður 5, liður 6 og liður 7. Nú þegar ég búin að gera þetta áður en kannski er ég búin að gleyma því, gerum þetta í síðustu viku. Þannig að til þess að finna Q hérna, þá hugsaðum við bara, ok, ég tek 20, margfaldaði með Q einu sinni, tvisvar og þrisvar. Þá er ég komið 100. Ok, þannig getur ég fundið út Q mitt. Síðan þarf ég líka að geta fundið út fyrsta liðin hérna. Þá veit að ef ég tek A1 og margfaldaði með Q einu sinni, tvisvar, þrisvar sinnum, þá er ég komið 20. Og á þessum tímapunkti þá veit ég gildið á Q. Af því ég fæ það héðan. Og þannig getur ég fengið út A1 og þá veit ég Q-ið. Þá er þetta komið. Ég er kannski aðeins að leiða ykkur of auðvitað gegnum þetta. En enn og aftur, þið bara stoppið og spyrjið ef það er eitthvað.